annað árið í röð þessum flokki, þannig að báðir Íslandsmeistararnir í ár aka Möstu 323 með drifi á 4. Og í fyrsta sæti í Norðurflokknum eru þeir Þorsteinn Sverrisson og Rúnar Tómasson á Toyota Corolla og verður það að teljast prýðilegur árangur hjá þeim tveimur, þar sem þeir eru nokkurn veginn nýliðar í rally. Og ekki má láta það ógetið að Stefán Ásgeirsson og Vítek Bódanski luku þessari keppni með glæsibrag. Síðasta sérleiðin var ekinn í Gryfjum þar sem torfærukeppni átti að fara fram hálftíma seinna og Stefán Ásgeirsson gerði þar af leiðandi það sem að torfærumenn gera stundum. Hann slapp óskaddaður þessu og kláraði þetta rall og lenti í 7. sæti. En sigurvegarar urðu Ásgeir Sigurðsson og Bragi Guðmundsson á Metro 3. árið í röð og fengu þar með 40 stig til Íslandsmeistara, en þeir eiga enga möguleika þó ein keppni sé eftir því feðgarnir eru búin að hirða titilinn og þeir voru 157 mínútur og 29 sekúndur að aka þetta. Jón og Rúnar 1:57 á eftir þeim og Steingrímur og Hjörtur 4:07 á eftir Ásgeiri og Braga. En þá í síðustu umferð Norðurlandameistara með Eimskip í torfærukeppni. Við erum að fylgjast hér með forystusauðnum fyrir þessa umferð. Það er Einar Gunnlaugsson, hann var með 40 stig út úr tveimur fyrstu umferðunum. Fullt hús stiga og fær 300 stig hér í fyrstu þraut. Eins og reyndar 8 keppendur gerðu. Hún var mjög létt, leit út fyrir að vera þung í lokin, en það er mikið grip í Gryfjunum í Jósefsdal. Hér er það Gísli G. Sigurðsson á kjúklingnum. Og hann næli sér einnig í 300 stig, sem og Þóri Sjött. Við ætlum að fylgjast hér með sérútbúnaflokknum við geymum göttubílaflokkin þangað til eftir viku. Þá verður síðasti þáttur Militex Motorsports á dagskrá. Og við leggjumst í dvala í vetur. Þá er Benedikt Eiríksson. Reyndar var þetta Norðurlandamót landsliða, þannig að það var ekki veittur titill fyrir besta árangur einstaklings. Þó Einar Gunnlaugsson stemdi á það að verða Norðurlandameistari, að þá var reglum breytt í liðinni viku. Við erum komin í þraut nr. 2 og það er Haraldur Pétursson sem barðist Íslandsmeistaratitilinn við þá Gísla G. Jónsson og Einar Gunnlaugsson. Og kærumál sem þar er í gangi er enn ekki afgreitt. En við flytjum örugglega fréttir af því í næsta þætti. Og Gísli G. Jónsson missir hér af þessu barði, færa eins 150 stig af 300 mögulegum og þar með ruku möguleikar hans á sigri í þessari umferð út í veður og vind. Og Svavar Bjarnason, eini Svíinn í keppninni, reyndar af íslensku bergi brotinn. En ósamkomulag var þess valdandi að Svíarnir komu ekki. Hann tekur hér bekk. Fær 220 stig og komið 500 eftir 2 þrautir. Þá er það Þóri Sjött. Tók sér hvíld frá torfærunni miðbik sumarsins. Átti reyndar ekki góðu gengi að fagna í sumar, sökum eilífra bílana. Og virtist ætla að stoppa hérna, en jaxlinn var segur. Búa miðjaxlinn fer hér alla leið 260 stig og hann situr í öðru sæti eftir 2 umferðir. Þá er það Pétur Sigurbjörnsson á flugunni, elstur þeirra í torfærunni, 46 ára gamall. Hefur smátt og smátt verið að koma þessum bíl í lag og á ábyggilega eftir að verða góður 210 stig. Þá er það Helgi Sjött á fríska. Hann ákveður að skera þetta hlið hér til þess að ná bílnum örugglega beinum fyrir næsta hlið. Lenda ekki í því sama og Gísli G. Jónsson að missa hann þversum. Fær þar að leiðandi 240 stig en ekki 150 eins og Gísli. Og Gunnar Egilsson fekk 300 stig í fyrstu þraut. Og sjá einu hvernig hann fyrir að þessu. Þetta virðist svo einfalt og hann er í 300 stig í þessari þraut með fullt úr stig eftir 2 þrautir. 3. þraut var tímaþraut og Þóri Sjött fór á stað með látum, fór reyndar svona hálfpartinn út úr brautinni, en það skiptir þó ekki máli. Hann fór í gegnum næsta hlið og hann keyrði af miklum áhuga
Hann ætlaði sér besta tíman sem hann reyndar náði. Felldi eitt dekk, tapaði 10 stigum og fekk 290 stig fyrir tímabrautina og var hæstur. Gunnar Egilsson fekk 250 stig og þeir sátu þar með jafnir í fyrsta og öðru sæti með 850 stig alls. Í þriðja sæti eftir þriðju þraut var Benedikt Eiríksson með 750, Helgi Sjött í fjórða sæti með 730 stig, Einar Gunnlaugsson þá með 705 stig í fimmta sæti, þá Gísli G. Jónsson í sjötta sæti eftir að hafa verið mjög neðarlega í næstnæsta sæti eftir 2 þrautir. Gísli G. Jónsson fekk 235 stig. Fjórða þraut. Lúmsk svolítið. Erfitt að komast í gegnum þetta hlið sem er hér númer 3. Talsvert mikill hliðarhalli. Og síðan ringdi grjótinni yfir myndatökumann okkar eins og svo ofta áður í sumar. Mjög öflug dekk sem komin eru undir þessa torfærubíla gerir það að verkum að grjótið fer miklu lengra heldur en á síðastliðnu sumri. Þá er það Benedikt Eiríksson. Hann sleppur í gegnum fyrsta hliðið og annað hliðið. Bítir grjóti eins og flestir aðrir. Tapar 20 stigum, fær 280 stig. Og Helgi Sjött. Helgi Sjött og Benedikt Eiríksson er að berjast um þriðja sætið og eiga jafnvel möguleika á sigri. Það var Gunnar Egilsson, forystusauðurinn. Ef ég man rétt þá hefur hann einu sinni sigrað í torfærukeppni. Það var á Akranesi á síðastliðnu ári. Þetta er gamla heimasætan sem Árni Kópsson og hann fær 260 stig og kom með 1110 og situr þar með áfram í fyrsta sæti. Það munar 20 stigum á honum og Þóri Sjött. Og Einar Gunnlaugsson fær 280 stig. Það var Gísli G. Sigurðsson. Já, hann fær 300 stig og með 965 alls. Hann fekk aðeins 190 stig í annar þraut, 175 í tímabrautinu og þess vegna situr hann tiltölulega neðarlega þrátt fyrir að hafa náði í 300 stig hér sem og í fyrstu þrautinni. Sigurður Axelsson. Það kemur stundu fyrir hjá honum þegar hann lendir eftir stökk að reimar sem að framan á vélinu eru og knýja vökvastýri og varstælu fara af þegar að bíllinn hoppar. Og hann virðist vera í að reimarna voru farnar af og hann fær aðeins 70 stig úr þessari fjórðu þraut. Þá er það Gísli G. Jónsson, Íslandsson bikarmeistari frá í fyrra. Tekur eitt dekk en það er þó sennilega grjótið sem felldi það því að hann fekk 300 stig. Og Svavar. Það gerir Svavar svíi hér. Og staðan að loknum þessum fjóru þrautum var þessi. Gunnar Egilsson satt efstur 20 stigum undan Þóri Sjött, á Benedikt Eiríksson, Helgi Sjött, Einar Gunnlaugsson og Gísli G. Jónsson í sjötta sæti. Það var það 15 síðasta þraut, mjög stutt, bara beint upp, 280 stig fær Benedikt Eiríksson og Gunnar Egilsson, hann fær 270 stig, tapaði hann að 30 stigum þetta er hættulegt fyrir Gunnar Egilsson, hann tapaði 30 stigum, það er möguleiki að Þóri Sjött komist upp fyrir hann munaði aðeins 20 fyrir þessa þraut. Gísli G. fær 270 og við bíðum spennt eftir að sjá Þóri og Benedikt, nei ég ætlaði nú að segja Svavar svíi og þá kemur Þóri loks og hann fær 280 stig, hann tekur 10 stig af Gunnar Egilssoni og Gunnar Egilsson er lagður að stað í síðustu þraut. Gerir þetta mjög fagmannlega hér upp fyrir þetta dekk í 85 gráða halla og nú er bara að klára þetta, það er bara beint hér upp en kemur skakku fyrir og fer aðeins út fyrir dekkið og tapar 30 stigum. Einar Gunnlaugsson varð efstur að stigum í Norðurlandameistarakeppninni og keyrði eins og meistari á að gera.
fer hér síðustu þrautina með glæsibrag og fær 300 stig. Hann endaði þar með í 5. sæti, í 4. sæti var Helgi Schutt, í 3. sæti Benedikt Eiríksson og Þóri Schutt þurfti 300 stig út úr þessari þraut til þess að ná 1. sætinu. Gunnar Egilsson fékk ekki nema 270 og Þóri Schutt tókst það, hann lenti í 1. sæti, 20 stigum á undan Gunnari Egilssyni. Einar, nú hefur þú leitt íslenska landsliðið í þessari Norðurlandameistarakeppni í torfæru með glæsibrag, en er þetta ekki dýrt? Já, þetta er alltaf dýrt. Hver borgar þennan kostnað eins og til dæmis þinn kostnaði að fara til Svíþjóðar í vor? Já, náðarlega ég sjálfur bara. Og ekki neina styrki að ræða? Nei, ekki einu sem ég býð alltaf eftir. Er það einhver styrkur sem það er búið að lofa þér en þú hefur ekki fengið? Já, ég hef heyrt að hafa átt að gera það, en ég veit ekki hvort það verður eitthvað að því. Má ég gerast svo ágengur að fá að vita hver það er sem ætlaði að styrkja þig? Já, bílaklúbbur Akureyrar. Þitt eigið félag? Já. Hvernig er það nú halda þeir tvö mót á hverju ári og greiða ekki verðlaunafé? Í hvað fara peningarnir sem áhorfendur skila inn? Ég veit það ekki. Þeir eiga nú húsnæði sem þeir reka, sko. Sem er fyrir félagsmenn til að nota. En þeir stuðla ekkert að því að þeir eigin félagsmenn geti keppt í torfæru og annars staðar, hvorki hér heima né erlendis? Já, ég veit það ekki. Þeir ætlaðu að gera það í vor, sko, vissi ég, en ég hef ekkert séð það. En til hamingju með sigurinn í Norðurlandamótinu í torfæru og gangi þið vel á næsta ári í torfærunni. Já, þakka þér fyrir, ef ég verð með.